Formaður, þingforseti, góðir landsfundargestir, kæru vinir. Ég elska þig stormur sem geisar grund og gleði þitt vekur í blaðsterkum lund, en gráfisknu kvistina bugar og brýtur og bjarkirnar treystir leið og þú þýtur. Líkt og stormur Hannesar Hafstein hefur Sjálfstæðisflokkurinn verið stormur íslenskra stjórnmála og samfélags í hartnær heila öld. Við erum aflið sem hefur leitt hvað eftir annað íslenskt samfélag í átt nýrri og betri tíma. Það voru framsýnir menn sem boðuðu betri og bjartari tíma fyrir fátæka þjóð, byggða á sjálfstæðisstefnunni, sem fengu ömmu mína til að fylgja sér að baki þeim. Amma sem skúraði Austurbæjarskóla í 40 ár, trúði á betra Ísland undir stjórn Ólafs Thors og Bjarna Ben. Og það voru framsýnir stjórnmálamenn sem stigu fram á sjónarsviðið á síðasta áratug síðustu aldar, sem fengu ungan rafvirkjason á Eskifirði, 16 ára gamlan, til að fylgja sér að baki Sjálfstæðisflokknum og sjálfstæðisstefnunni. Forystumenn sem boðuðu báknið burt, og þeir leystu Íslendinga sannarlega á viðjum þess. Undir forystu Davíðs Oddssonar og Friðriks Sophussonar var Ísland enn og aftur leitt inn í nýja tíma. Ríkiseinokun, gengisfellingar og óstjórn í ríkisfjármálum heyrðu sögunni til. Vindar frelsis og einkaframtaks blésu nýju lífi í íslenskt efnahagslíf. Hagvöxtur og velsæld þjóðarinnar jókst og enn þann dag í dag njótu við ávaxta þeirra sem á undan gengu og höfðu framtíðarsýn fyrir þjóð sína. En hvaða áskoranir blasa við Sjálfstæðisflokknum í dag? Hver er vegferðin framundan? Höfum við, flokkurinn sem losaði okkur undan bákninu, leyft kerfinu að taka yfir í staðinn? Davíð Stefánsson frá Fagraskógi sagði eitt sinn: fyrst er að vera maður og svo er að vera þjóð. Við vitum öll að frelsið lítur órjúfandi lögmálum og lög viljum við hafa, en eins fá og viturleg og unnt er. Slíkt er Íslendingseðlið. Ef við horfum til verkefnanna framundan, tel ég einsýnt að næsta stóra áskorun Sjálfstæðisflokksins er að ná tökum á hinum alltumlíkjandi og allt íþyngjandi reglugerðafargani sem er að drepa í dróma, athafnagleði, frjálsa hugsun og verðmætasköpun þessa lands. Höfum við mist sjónar á öllum þeim reglugerðum, tilskipunum, eftirliti og öllu öðru regluverki sem með hverri innleiðingu íþyngir okkar daglegu störfum. Það er kominn tími á að við sjálfstæðismenn finnum storminn innra með okkur aftur. Nú blásum við til sóknar og segjum kerfið burt. Við ætlum að vera flokkurinn sem enn og aftur leiðir íslenska þjóðinni nýja tíma. Við ætlum að vera flokkurinn sem sættir sig ekki lengur við það að það taki áratugi að ákveða veglagningu á Vestfjörðum, eða að Sundabraut og aðrar stofnbrautir dæi uppi hjá ráðalausum stjórnmálamönnum. Við ætlum að vera flokkurinn sem sættir sig ekki lengur við að það taki nánast kynslóðir að ákveða fjárfestingar í nýjum virkjunum. Við ætlum að hafna heima tilbúnum raforkuskorti og virkja fallorkuna fyrir meiri verðmætasköpun, hagvöxt og velsæld Íslendinga. Það er komið á okkur, kæru vinir, að vera stormurinn sem blæs byr í seglin og virkjar aflið í Íslendingum sem liggur óbeislað land allt. Við ætlum að vera flokkurinn sem tryggir landamæri Íslands og við ætlum að vera flokkurinn sem setur þjóð sína í fyrsta sæti en ekki kerfið. En orð eru ódýr. Þau eru vissulega til alls fyrst. En ég þekki það úr atvinnurekstri að það er hægt að halda endalausa fundi. En svo kemur að því að hrinda ákvörðunum í framkvæmd. Sama má segja stjórnmálin.
Við getum talað okkur hás hugsjónir okkar og hugmyndafræði, en ef við komum þeim ekki í framkvæmd, þá engin munur á okkur og samræðu stjórnmálum vinstri flokkana. Þegar að Sjálfstæðisflokkurinn kemst aftur til forystu í íslenskum stjórnmálum, viljum við að Rúnar Pípari í Reykjanesbæ, Sigríður Jódís, snyrtifræðingur á Dalvík og Svenni Magg, verslunareigandi í Vestmannaeyjum, finni það í sínum rekstri að Sjálfstæðisflokkurinn aftur kominn við stjórnvölinn. Við viljum að heimilin í landinu finni það á heimilisbókhaldinu að Sjálfstæðisflokkurinn aftur kominn við stjórnvölinn. Treystum hinum vinnandi manni fyrir sínu sjálfsafla fé, frekar en að seilast alltaf dýpra og dýpra í vasa hans. Því ólíkt því sem vinstri flokkarnir halda, þá ekki nóg til og meira frammi hjá hinum vinnandi stéttum þessa lands. Þetta grunnstef Sjálfstæðisflokksins. Með því að nýta sóknarfærin og með því að trúa á fólk, hvetja það og treysta því til góðra verka, í stað þess að vantreysta og skattleggja verða verðmæti til allt land. Þannig leggjum við grunninn að því að við getum stutt við okkar minnstu bræður og systur, getum menntað börnin okkar, tryggt öldruðum áhyggjulaust ævikvöld og hjúkrað þeim sjúku. Fólkið í landinu verður að trúa því að við séum flokkurinn sem efnir það sem við segjum. Þannig og bara þannig náum við fólkin okkar aftur heim í flokkinn. Kæru vinir, það öllum landsmönnum að verða það ljóst að stærsta áherslumál núverandi ríkisstjórnar að halda núverandi ríkisstjórn saman. Meðan að forysta Viðreisnar vappar ganga Evrópusambandsins, situr forsætisráðherra uppi með þann beiska kaleik að þurfa að hafa þriðja hjólið í samstarfinu í gjörgæslu. Og hefur það ekki dugað til, samanber að sérsveit félagsmálaráðuneytisins ennþá að leita að týndu skópari. Að því tilefni rétt að upplýsa landsfundargesti nýtt nafn á þingflokksherbergi Samfylkingarinnar, en það heitir nú The Panic Room. En það augljóst að tiltrú þeirra sjálfra ekki mikil á núverandi stjórnarsamstarfi eða hvert stefna þeirra muni leiða fyrir þjóðina. Það nefnilega alltaf að koma betur og betur í ljós að planið margumtalaða ekkert annað en feigðarplan. Þetta meir og meir farið að minna á fóstbræðrasketsin bílastæðaverðina. En í þeirra tilfelli geta þau ekki sagt, nei, nú hringi ég Jens. En þegar upp staðið, þá á að seilast dýpra í vasa fyrirtækjanna og heimilana í landinu og kljúfa þjóðina enn og aftur í herðar niður í enn einni tilraun til að koma okkur í Evrópusambandið. Sambandið sem hefur mist allt samkeppnisforskot. Sambandið sem glímir við efnahagslegar áskoranir sökum afleiðinga áratuga óráðsíu á almannafé í gæluverkefni evrópskra stjórnmálamanna. Landsfundargestir þurfa ekki að hafa áhyggjur. Ég mun veita jafnharða mótspyrnu við þessari dellu vegferð ríkisstjórnarinnar og Bjarni Benediktsson og Ólöf Heiti Nordal í Jóhannustjórninni. Nú, líkt og þá, Sjálfstæðisflokkurinn stormurinn sem blæs, en ekki sá hvíslandi andvari sem einkennir þá flokka sem nú við stjórnvölinn. Þeirra eini stormur verður í vatnsglasi. Munum það, kæru vinir, að það Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur staðið í stafni þegar kemur að utanríkisstefnu Íslands. Og ég verð að játa það, að á þeim víðsjáverðum tímum sem á alþjóðasviðinu í dag, að þá það áhyggjuefni að við stjórnvölin séu flokkar sem hafa meiri hagsmuni af því að blanda okkur inn í það eldfima ástand sem nú ríkir, frekar en að huga að einungis að hagsmunum Íslands til lengri og skemmri tíma. Kæru sjálfstæðismenn,
elskulegi vinir. Í mínum huga er verkefnið framundan skýrt. Við höfum aldrei vikið okkur undan því að ganga leiðina bröttu og réttu. Framundan eru sveitarstjórnarkosningar og þá ætlum við öll saman að vera búin að finna storminn innra með okkur með byr í seglum og stefnum til sigurs land allt næsta vor. Því ég elska þig eilífa stríð, með ólgandi blóði þér söng minn ég býð, þú alfrjálsi loftfari hamast úr hraður, hugur minn fylgir þér djarfur og glaður. Kæru vinir, vinir mínir segja að mögulega sé ég komin á léttasta skeiðinu og halda því fram að aldur minn í árum segi bara hálfa söguna. En mín mesta gæfa í lífinu er að fá að vera eiginmaður, pabbi og afi. Ég hef líka notið þess trausts að fá að starfa fyrir flokkinn okkar í 3 áratugi, þar sem ég hef gengið vaskur til þeirra verka og í þau trúnaðarstörf sem mér hefur verið trúað fyrir. Ég hef staðið í stafni í sveitarstjórn, í atvinnulífinu og nú í Norðausturkjördæmi. Og fá ég stuðning ykkar, heiti ég því, líkt og stormurinn, mun ég djarfur og glaður einhenda mér í baráttuna og saman náum við enn meiri í árangri fyrir Ísland.